Já, góðan daginn, komið bless og sæl og takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur á þessum morgunfundi. En ég heiti María Guðmundsdóttir og fræðslustjóri hjá Samtökum ferðaþjónustunnar og jafnframt formaður stýrihóps Hæfniseturs ferðaþjónustunnar. Nú, ég ætla aðeins að greina ykkur hérna frá tilurð Hæfnisetursins og síðan ætlar Haukur Harðarson, verkefnastjóri hjá Hæfnisetri ferðaþjónustunnar, að taka við eftir svona 10-15 mínútur eða svo. Nú, ég ætla aðeins að segja ykkur frá þessari tilurð Hæfnisetursins, en það meðal annars tilkomið vegna þess að við sáum ákveðin hættumerki í könnun Ferðamálastofu sem var framkvæmd árið 2014, en þar kom verulega í ljós að 41,2% ferðamanna töldu að við þurftum að standa okkur mun betur í gæðamálunum. En aðdragandinn jafnframt af stofnun þessa Hæfniseturs var sá að á grundvelli samkomulags á milli ríkisstjórnar Íslands og samtaka ferðaþjónustunnar og samtaka íslenskra sveitarfélaga að þá var sett á stofn svokölluð stjórnstöð ferðamála, en hún verkefni sem starfrækt frá árinu 2016 til 2020 og í þessum verkefnum þá var lögð áhersla á það að koma með tillögur að úrbótum fyrir ferðaþjónustuna. María, það flettist ekki klærurnar. Nei, ég ætla að biðja hana Eyrúnu, það átti að gerast með bendlinu, en það gerist ekki. Augnablik. Hafa klikkað fyrst, nei, bara öðrum það var eitthvað þessu. Já, það mjög leiður. Ok. Og hérna svo þessar glæru sem ég var að tala áðan, þessu könnun sem Ferðamálastofa lét kanna gera þarna árið 2014. Nú, aðdragandinn sem sagt Hæfnisetrinu var þessi vinna sem fór fram á vegum stjórnstöðvar ferðamála og niðurstöðurnar voru birtar í þessum svokallaða vegvísi í ferðaþjónustu og þar voru einkum og sérlega 7 þættir sem að þurfti að leggja, það var ábendingur að þurfti að leggja áherslu á og einn af þessum þáttum var hæfni og gæði. En hæfni og gæðin kemur inn á fleiri af þessum 7 þáttum eða dementum sem við köllum og það jákvæð upplifun ferðamanna og aukin arðsemi. Nú, í þessum vegvísi kom fram að það þyrfti að greina þarfir fyrir heildstæðar úrbætur til að styðja við hæfni, gæði og fagmennsku og þekkingu innan ferðaþjónustunnar og vinna skilvirkum leiðum til úrbóta. Nú, í kjölfar þessa þá var stofnaður sérstakur starfshópur sem ætla var að skal ég segja ykkur að koma með tillögur að úrbótum hæfni og gæði og sá starfshópur hann starfa síðastliðið haustið alls ekki 2016, 15 og starfaði til haustið 2016 og skilaði þessari skýrslu af sér sem heitir Fjárfesting í hæfni starfsmanna síðastliðið haust. Nú, ég vil taka það fram að Hæfnisetur ferðaþjónustunnar verkefni en ekki einhver ný stofnun og þetta verkefni það vistað innan fræðslustar atvinnulífsins sem eigu aðila vinnumarkaðarins og því í þessu Hæfnisetri 2 stöðugildi. Ég bið ykkur sem að hlusta að taka af hljóði því að það heyri svolítið skruðningar ef þið vildu vera svo væn. Þess með að mjúta hljóði hjá okkur. Takk. Nú, verkefni það nær út fyrir markhóp
fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins sem einkum og sér lagi fólk með litla formlega menntun, þannig að þetta verkefni nær til allra skólastiga. Því að eins og þið eflaust vitið þá ferðaþjónusta mjög víðfeðm og fjölmenn starfsgrein sem býður upp á fjöldan allan af formlegu og óformlegu námi, þannig að það mikilvægt að verkefni nái út fyrir þennan tiltekna markhóp fræðslumiðstöðvarinnar. Verkefninu stýrt af 5 manna stýrihópi og jafnframt 9 aðilar í fagráði. Stýrihópurinn hann samsettur af fulltrúa samtaka atvinnulífsins eða samtaka ferðaþjónustunnar sem undirrituð, fulltrúa frá ASÍ sem Eyrún okkar hér og síðan fulltrúa frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu sem Steinunn Valdís Óskarsdóttir, frá menntamálaráðuneytinu Ólafur Grétar og frá ferðamálastofu Elías Gíslason og jafnframt erum við með fulltrúa frá stjórnstöðinni inn í stjórninni sem Anna Guðmundsdóttir. Fjármagn Hæfnisetursins var tryggð til 1 árs, þau eru komist inn á fjárlög á síðasta ári og fjármagnið það kemur frá atvinnuvegaráðuneytinu og það var undirritað samningur fyrr á þessi ári eða í janúar og það unnið að frekari fjármögnun til ársins 2020 og við erum nokkuð bjartsýn að það muni ganga eftir. Það eru einkum 3 atriði sem við lögðum áherslu á, þessi vinnuhópur sem skilaði sér þessari skýrslu, fjárfestum í hæfni starfsmanna. Við segjum í fyrsta lagi að það sé mikilvægt að stofna þetta svokallaða hæfnisetur ferðaþjónustunnar til að ná samtali allra þeirra aðila sem að máli varða, því að það var svo mikið bil á milli þess sem að atvinnugreinin var að kalla eftir, það segja framboðinni og aftur eftirspurninni. Og við tölum það að nám og fræðsla verða að vera í takt við þarfir ferðaþjónustunnar svo hæfni og gæði aukist í greininni. Í öðru lagi þá segjum við ferðaþjónustan verkleg grein. Við þurfum að efla starfsnám í ferðaþjónustu. Og með því að við segjum það þarf að vera nægt framboð af markvissri, hagnýtri og þrepaskiptri fræðslu í ferðaþjónustu. Náminu til virðingar verði eftirsótt hjá nýjum og núverandi starfsmönnum í ferðaþjónustu. Og í þriðja lagi sem að lítur einkum að okkar samtökum, það að fyrirtækin og aðilar sem starfi í greininni þeir átti sig á samspili milli hæfni og arðsemi. Vaxandi tekjur af ferðaþjónustu, aukin framleiðni og aukin arðsemi. Ferðaþjónustan verði eftirsóttur starfsvettvangur með ánægða starfsmenn og stöðugleika í starfsmannahaldi. Ímynd greinarinnar mælist jákvæð og fyrirtækin upplifir samstöðu og getur sótt sér leiðbeiningar og aðstoð á aðgengilegan hátt. Frá því að þessir punktar eru lagðir fram, þá hefur hæfnisetur verið starfandi og stýrihópurinn hefur unnið með þessar hugmyndir og skýrslan núna komin í framkvæmd þar sem að þessir 3 áherslupunktar liggja til grundvallar hugsuninni í starfi okkar. Við segjum og ítryggum það að hæfnisetur þarf að starfa á forsetum ferðaþjónustunnar. Hvað eigum við með því? Við eigum við það að fólkið í greininni þarf að koma til dæmis að öllum hæfnigreiningum og það þarf að segja hvað það sem atvinnugreinin þarf, hvernig þarf að halda núna. Og við höfum tól að taka inn í hæfnisetrinu til þess að vinna þessar hæfnigreiningar og það þarf að stórefla þær vegna þess að við eigum ekki til nema greiningar á nýja starfaprófíla nema fyrir hluta af störfunum í þessari víðfeðmu atvinnugrein. Og við þurfum að auka hæfni starffólks og þar með gæði, fagmennsku, starfsánægju og arðsemi. Í öðru lagi að greina fræðsluþarfir, móta leiðir, auka samvinnu fræðslu og koma inn á framfæri til fræðsluaðila og fyrirtækja. Við ætlum sjálf ekki að fara að standa fyrir því að halda nein námskeið, heldur að greina hverja þarfirnar eru. Það mikið til að ýmiss konar námsframboði en við þurfum að byggja brýr á milli og tengja og sjá til þess að rétt námsefni og fræðsla sé í boði hverju sinni. Og í þriðja lagi að fá fræðsluaðila til að standa fyrir mælanlegri og árangursmiðari fræðslu í samræmi við þarfir greinarinnar. Og okkur hefur skort talsist á að við höfum getað mælt árangurinn af fræðslu
og við ætlum markvisst að þó að sé erfitt að kannski mæla þetta nákvæmlega, að þá eru til ýmis tæki og tól til þess að reyna að átta sig betur á svona mælanleika eða hverju fræðslan að skila, og við höldum að við náum það með betur eyrum atvinnurekenda. Við erum að síðasta Klara mín, hún gengur út á það að sýna hér módel sem að við erum hrifin af og kemur frá Nýja-Sjálandi, en það eru nú flestir sem að gera sig grein fyrir mikilvægi þess að starfsmenn leggja áherslu á þarfir og jákvæða upplifun ferðamanna, það að segja þennan hægra megin, hægri hlutan hérna Klærinni, það að segja aukin ánægja viðskiptavina, flestir svona skilja það, en færri gera sér aftur grein fyrir heildarmyndinni sem þarf að vera til þess sem á að vera grunnur að farsælum rekstri. En það felst náttúrulega bæði í góðu starfsumhverfi, hæfni og þekkingu, starfsánægju og stöðugleika í starfsmannahaldi. Og við viljum meina að þetta samhengi og hringrás þessara þátta sé afar mikilvægur. Því að það þarf að hugsa mjög vel að getu starfsmannana, tengja það bæði við laun og sýna fram á möguleika til starfsþróunar til að fólk vilji ílengjast í þessari atvinnugrein. Þannig að allt þetta haldast í hendur til þess að vera með grunn að farsælum rekstri. Og við hjá Hæfnisvitni segjum að við viljum nýta okkur þetta módel í allri okkar uppbyggingu. En þá sé ég bara yfir til þín, Haukur. Gjörðu svo vel. Og við tökum svo spurningar á eftir. Já, góðan daginn. Ég sem sagt Haukur Harðarson, vinn hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, en þá líka Hæfnisvitni ferðaþjónustunnar, sem eins og María sagði verkefni sem vistað þar inni. Ég með verkefnastýring á þessu verkefni. Kannski ein smá leiðrétting að því að þú sagðir að Eyrún væri inn í stýrihópnum, fyrir hönd ASÍ, það Fjóla Jónsdóttir frá Eflingu sem þar inni. En nú þarf María að skipta glæru fyrir mig, og nú verður glærustjóri eða einhver annar, þannig að ég bið einhvern að skipta glæru fyrir mig. Ég er annar staðar. María eða Eyrún? Halló? María eða Eyrún? Eyrún að redda. Já, Eyrún að redda. ok. Það einhver komin að glæra fínt. Við vitum ótrúlega mikið íslenska ferðaþjónustu, þó hún hafi vaxið hratt á síðustu árum. Þetta orðin risa atvinnugrein. Þarna þessi 2650 fyrirtæki árið 2016, yfir 25.000 starfsmenn, að þar að vera 7.500 sem koma erlendis frá. Það mikið að fá ungu fólki að starfa í greininni. Það oft stutt ráðningatímabil, það samt að breytast með meira fyrirtæki sem starfa ársbasis, en eins og þið sjá þarna tölunum fyrir neðan þá mjög mikið af litlum fyrirtækjum í greininni. Það ákveðnir risar en það líka mikið litlum fyrirtækjum. 47% fyrirtækjum minni 50 milljón kall í ársveltu og 60% fyrirtækjum með færri en 10 starfsmenn. Ef þú flettir glæru, við gerðum könnun í sambandi við þessa skýrslu sem var gerð þarna fjárfestum í hæfni starfsmanna meðal fyrirtæki í ferðaþjónustunni og þar var aðalega leita til stjórnenda fyrirtækja og vorum að skoða í rauninni hvaða óskir þau höfðu eða þarfir og óskir fyrirtækja var til fræðslu. Og það 80%, 79,2% segja í rauninni við viljum fá fræðsluna inn á vinnustæðin hjá okkur. Þannig að það mjög skýr merki þarna. Síðan sjáum við þarna með fræðslu utan vinnustæðinu 34, fræðsluefnum myndböndum á netinu 21 og síðan könnum við aðeins þörfina og þarna kemur þörfin þjónustulund og gestin sem jákvætt við og sjálfstæð vinnubrögð samskiptaefni og síðan kom mikið ákall það sem við köllum millistjórnendur. Þau sem að stýra daglegu starfi, vaktstjórar, verkstjórar
og þau sem hafa svona kannski ekki mikið með þróunarvinnu að gera en stýringu. Ef þú flettir á einu viðbót af því að koma það hringur og svo annar hringur þarna niðri kemur, flett áfram, Eyrún. Að þið sjáu líka þarna neðst niðri, engin þörf fyrir að fræða að þjálfa starfsmenn eru 4,4%. Flettu áfram, Eyrún. Helstu hindranir, það nokkuð afgerandi að það tímaskortur sem virðist vera mikil vandamál. Og það svona í samræmi við talum mikið af fræðsluaðilum, þau segja yfirleitt að jákvæðni fyrir fræðslu, en þegar það kemur að framkvæmd þá verður þetta mjög erfitt. Og það svona dálítið algengt að það kannski ekki einn ákveðin aðili í minni fyrirtækjunum með ábyrgð á fræðslumálum, þetta dálítið svona hipsum haps, ef má segja sem svo. Og af þessum fyrirtækjum sem svöruðu þá voru þarna 74% af þeim ekki með einhvers konar fræðslustefnu skriflega eða starfsþróunaráætlun. Og þetta bara staðan og við vinnum dálítið mikið út frá þessu og það sem við erum að reyna að setja upp reyninni bara að markaðssetja fræðslu dálítið grimmt. Við skulum fletta glærunum og þarna erum við búin að teikna mynd svona af okkar starfsemi. Við erum þarna í miðjunni og samtal og greiningavinna, þetta okkar megin áhersla. Greina fræðslu þarfir, móta leiðir, auka samvinnu fræðslu, komin á framfæri til fræðsluaðilum fyrirtækja. Og eins og María kom inn á það, við erum ekki að fara að selja námskeið eða stofna skóla. En við höfum sett þetta upp í tvo hluta, annars vegar þessi fræðsla sem fer út til fyrirtækjana og starfsmannina að hafa áhrif og innihald uppbygging og framkvæmd fræðslu. Og svo sjáum við hinum megin eftir á formlega skólakerfið og þá erum við að tala hafa áhrif og innihald uppbygging og framkvæmd fræðslu. Það nákvæmlega sami kassi þarna og þegar við sitjum svo aftur inn í miðjuna, greiningavinnan og fræðslu þarfinnar sem við ætlum að fara að skoða, þær hafa áhrif á báðar þessar leiðir. Gagnvart fyrirtækjunum hefur við fræðslu sem fer út til fyrirtækjana eða fyrirtæki senda fólki í fræðslu eða hvernig sem við eða einstaklingar kjósa að fara í fræðslu, þá höfum við þetta sett þetta upp eins og litlu bólutar. Það ytri fræðsla, eitthvað sem kemur utan frá inn í fyrirtæki, innri fræðsla. Það mikil innri fræðsla sem fer fram inn í fyrirtækjunum. Það verið að kenna nýliðum, það verið að kenna á kerfi, það verið að kenna á ótrúlega marga hluti og sum fyrirtæki standa sig bara mjög vel í þessu. Síðan hefur kannski það sem við höfum síðan á seinni árum að verði meiri áhersla kannski minna á úrræðum í, það rafræn fræðsla. Fyrirtækin sækjast mikið eftir rafrænni fræðslu, það talað eins og hún sé lausn á öllu. Það sem við erum að segja, þetta ekki, hún ein og sér ekki lausn, það samspilið að öllum þessum þáttum, ytri, innri og rafrænni fræðslu sem það sem við myndum kalla á markvissa fræðslu. Og það alveg vitað að stéttarfélögin hafa dálítið talað það með rafrænu fræðslunni, það þetta sem að hún getur farið fram hvenær sem og hvar sem Þú tekur með síman í kaffi til að skoða rafræna fræðslu, það ekki viljinn og það ágætt að koma því að framfæra það. Svoleiðis raddir alveg hlustu við á. Það þetta heilstæða módel sem við þurfum að setja inn. Hinum megin svo formlega skólakerfi og í skýrslunni sem María vitnaði áðan, fjárfestum í hæfni starfsmanna, það megin áhersla á þrepaskipt starfsmann með skýrar tengingar milli skólastiga. Síðan kemur raunfærnimat, meta það sem til það þekkingu sem fyrir hendi. Og við erum þarna með allt undir í raun og öll skólastigin, framhaldsfræðsla, framhaldsskóli, fagháskóli og háskóli. Og síðan koma þarna starfsgreinarnar inn, sem sagt bara bæði verkalýðsfélög og samtök atvinnulífsins, Menntamálastofnun, starfsgreinar og einstakir skólar. Við erum búin að halda okkar fyrsta fund með faghópnum okkar sem þá stærri útvíkkun að stýrihópnum, búin að taka svona fyrsta aðeins samtali þetta og við stefnum á að í október núna þá byrjum við að hefja þetta samtal milli atvinnus og skóla sem við erum búin að vera að tala í ótrúlega mörg ár.
Og það sem mér finnst kannski áhugaverðast við þetta verkefni hérna sem ég hef aldrei séð áður beint með svona beinum hætti, að þetta fjármagnað af atvinnuvegaráðuneyti. Þetta ekki menntamálaráðuneyti, þó að það eigi sæti í stýrihóp, það atvinnuvegaráðuneyti sem í rauninni, ekkert í rauninni, það að kosta þetta verkefni. Þannig að ég held að sko út frá framtíðin, og ég veit að sumar aðra starfsgreinar hafa látið horft til þess hvernig þetta verkefni mun ganga upp. Ef við flettum áfram, þá þetta kannski bólurnar sem ég var að sýna ykkur áðan. Þetta þessi markmiðs uppbygging þekkingar, og það til að það sé hægt í rauninni, þá þurfum við að byggja þörf. Og það þá bæði greina þörf starfa og starfsgreina, og þá það náttúrulega þörf fyrir þekkingu starfsmanna. Og svo það líka þörf fyrirtækjan út frá áherslum og sérstöðu. Til að við komum upp með markmiðsafræðslu, þá þarf einhvers konar áætlanir. Við höfum dæmi klasasamstarf milli fyrirtækja, sumir þættir geta gengið saman með fyrirtækja en önnur ekki. Það góður vilja þarna eins og ég sagði áðan, en tíminn erfiður. Það erfiður. Þannig að við okkar kannski fyrstu verk verða núna að fara út og selja einfaldlega fræðslu. Og það sem við leggjum áherslu í þeirri sölu í rauninni aðferðið fullorðinsfræðslu. Það jafningjafræðsla, raunveruleikinn til skoðunar, það samtal lausnir og svo framvegis. Þannig að það mikið að krafa eins og kom fram áður þegar við skoðum könnunum frá fyrirtækjum þessa mjúku færniþætti, samskipti, samvinna, þjónustuþætti og svo framvegis. Og þetta kennur ekki bara glærum. Þetta þarf aðferðið fullorðinsfræðsluna við. Þannig að þetta okkar áherslur, ef við flettum aðeins lengra. Og við þurfum þarna í rauninni það sem ég var að segja, þarna ósku fyrirtækina. Og þetta það sem okkar fókus í upphafi. Það verður ekki ekki stopp þarna, en þetta stórir hópar sem þurfa á þessari hæfni halda eða fræðslu. Og við leggjum til grundvallar þess aðferðir fullorðinsfræðslu, þáttakósi, leiðbeiningar og notkun fyrir sérstaklega fólk sem innan fyrirtækja að leiðbeina. Þau kannski þetta bara í djúpulögin og eiga að byrja að leiðbeina einhverjum öðrum. Það þessi jafningjafræðsla. Og líka það að það hafa komið alveg skýr merki og ábendingar á fyrirtækjunum að það verða að hluta þetta niður í stutta módúla eða hluta efni niður. Þannig að það getur jafnvel nýst í 20 mínútur þarna og svo klukkutíma þarna, en heildin verður segjast, þegar þú situr allt saman, þá verður það stærri heild. Nú, ef við aðeins tökum næstu, þá erum við kannski, ef við tölum nútíðina og nálum framtíðina, samstarf við símenntunarmiðstöðvar. Við erum búin að undirrita samning við 4 símenntunarmiðstöðvar. Það Sími á Akureyri, það Nýmir í Reykjavík, það Suðurlandið og Suðurnesin. Þetta eru kannski þess stærstu miðstöðvar sem eru á ferðamála stöðum, má segja. Þetta allt mjög stóri ferðamannastæðir. Og það þýðir ekki að við séum ekki samstarfi við aðra símenntunarmiðstöðvar líka, en þetta sérst ákveðið tilraunaverkefni til 14 mánaða. Og það hreinlega hæfnisetrið, markaðsstofur á viðkomandi stað, Vakinn og fleiri aðilar komið þarna og svona SAF, að við förum bara í beina markaðssetningu á fræðslu fyrirtækja. Og tekum síðan samtali það líka milli þessu aðila, hvað að virka, hvað að ganga vel, og síðan í rauninni þegar við komum á markvissi fræðslu, að það verður metin árangur af þeirri fræðslu eftir. Það mjög mikilvægt að við getum metið árangur af markvissri fræðslur, af því að það það sem við í rauninni seljum fyrirtækjum. Fyrirtækin vilja sjá árangur. Það fyrst og fremst, og árangurinn yfirleitt mældur í aukinni arðsemi, minni starfsmannaveltu, minni kvartana, betri ummæli á Facebook. Það ýmsar leiðir til að mæra á, ekki Facebook heldur, TripAdvisor eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta það áherslur sem við erum að leggja beint við fyrirtækin, og við erum að fara
var fyrsti markpóstur til fyrirtækja fyrir út í þessum mánuði, fyrirpartinn í þessum mánuði og þar erum við einfallega að fara að herja á fyrirtækin að selja þeim beint fræðslu. Ekki við að framkvæma heldur, Símenntunarmiðstöðin að framkvæma með aðstoð einkaaðila og annarra. Við erum í samstarfi verkfæragerð, gerum betur í fyrirtæki sem Margrét Reynisdóttir á og þeir nýbúin að setja upp reynslusögur og annað sem á nýti í starfi, nýti í kennslu. Það erum við að fara að setja fram og sýna. Það er búið að halda fyrsta kynningafundinn á verkefninu. Það var mikill áhugi, ég held að við 70 manns sem skráðu sig á þann fund. Við erum komin í samstarfi við Visku Learning. Það er sem sagt fyrirtæki sem er byggt upp á svona frá Plain Vanilla. Það er svona quiz, rafræn fræðsla. Hvað spurningar og þú svarar og það er þetta að setja ýmislegt þar inn og við erum sem sagt ætlum að búa til efni sem við prófum. Það eru fleiri aðalega, við getum nefnt dæmi Austurbrú sem þróa rafrænt efni á svínusvæði. Þannig að það eru töluvert af verkfærum í þróun sem við ætlumst til að geti verið nýst öllum fræðslega. Við erum að greina töluvert af störfum í ferðaþjónustunni, við getum talað móttöku, upplýsingamiðstöðvar. Það eru líka greiningavinnast út á símenntunarmiðstöðvum sem staðar. Eins og Akureyri verið að taka fyrir leiðsögn með stóru elli, segast ekki leiðsögn þetta er bara leiðsögn almennt. Og síðan það kannski svona það sem að hefjast núna fyrir alvöru með haustinu segast skólakerfi. Og við erum búin að vera að teikna upp það sem í boði og skoða tengingar á milli skólastega. Og sú mynd sem kemur það fram svo sem alveg eins og við byggumst við. Það afskaplega litlar tengingar á milli. Háskólinn hefur sýnt mikinn áhuga í okkar starfi og sérstaklega það sem við kallum fagháskólastig og við erum með í einhverjum umsóknum þar inni til að sjá varðandi greiningavinnu og annað því hvað þarf greining. Og þarna held ég að sé afskaplega mikilvægt fyrir verkalýðshreyfinguna líka að koma að og hafa skoðanir á því hvernig þetta skólakerfi á að byggjast til framtíðar. Og við horfum þannig að komin ákveðin svona leiðbeining í skýrslunni að þetta eigi að vera starfsnám, það eigi að vera þrepaskipt, það eigi að vera svona, en samtalið þarf að taka. Og við horfum líka til íslenska hafniramars sem sjálfstæði ábyrgð í starfi sem stigvaxandi eftir stigum. Síðasta glæran. Við í rauninni bara hökum til samstarfsins, þetta fyrst og fremst samstarfsverkefni, þetta ekki einhver einstefna sem við ætlum að taka eitthvað slíkt, þetta samstarf. Við erum á heimasíðu sem hæfni.is, við erum með Facebook-síðu sem orðið mjög virk og þar aðalega samtöl við aðalið í ferðaþjónustunni og líka svona ýmislegt annað sem við þurfum að koma á framfæri. Og svo erum við að fara að senda út markpóst og ef þið viljið fá markpóst og annað frá okkur, þá sendið við bara erindi það á valdís@frae.is og þá farið þið á póstlistan.